komin hérna upp að Akrafjalli. Hér er fólk að klifra. Það er hann Doddi hjá Smiðjuloftinu á Akranesi. Ég er auðvitað búin að láta plata mig einhverja vitleysu. Ætla að prófa að klifra aðeins með honum, en þetta er stórkostlegt starf sem á sér stað í Smiðjuloftinu og meðal annars er það klifur hérna í þessum allt of fáu kleppum. Doddi, þú ert mikill klifrari og er mér ekki óhætt að kalla þig frumkvöðul. Hvernig smitaðist af klifurbakteríunni? Mér vantaði eiginlega bara nýtt áhugamál eftir ég hætti í hnefalegum sem ég var í mörg ár og kynntist klifurinn út í Kaupmannahöfn og bara eftir ég búinn að prófa það, þá var bara ekkert aftur snúið. Þetta er bara alveg svakalega skemmtilegt. Góð líkamsrækt og bara svona virkilega skemmtilegt. Þið hjónin eru með starfsemi hérna á Akranesi, Smiðjuloftið. Það er klifur þar og er ekki eitthvað meira? Jú, þetta er eiginlega bara svona það sem við köllum afþreyingasetur. Við náttúrulega bjóðum, þetta náttúrulega stendur svona samastendur að miklu leyti náttúrulega af þessum klífursal sem við erum með. Og eitt flottasti klífursal á landinu, ekki spurning. En síðan erum við náttúrulega með allskis aðra hluti. Til dæmis eins og Valgerður kona mín sem er tónlistarkennari. Hún sér svona tónlistarnámskeið fyrir börn og fullorðna og við erum með svona fjölskyldutíma þar sem fólk getur komið einmitt og komið með krakkana og leikið sér á efri hæðinni með allskins dót, púlborð og spil og svona skemmtileg sko. Þannig að þetta er bara svolítið svona hús sem við viljum hafa bara svolítið mikið líf í húsinu. Hér erum við upp við Akrafjall. Hvernig kom þetta til? Akkur eru það að klifra úti og út á hvað gengur þetta? Það er bara svo gaman að klifra úti. Það er svo gaman að leika sér úti. Þannig að sko, ég vissi að það var ein klifurleið hérna í Hömrunum sem að Björgunarfélag Akranes setti upp á sínum tíma. Það voru einhverjir strákar sem voru að klifra þar og svo talaði ég bara við landeigandann hérna og fékk leyfi til þess að búa til fleiri klifurleiðir, endurbolta og gera þetta svona svolítið aðgengilegt. Og núna eru hérna á svæðinu svona kringu 15 klifurleiðir, alveg svona fullbúnar klifurleiðir. Og þetta er bara frábært æfingasvæði eins og fyrir krakkana hjá okkur í klifurfélagi IA. Við komum hérna mikið til þess að æfa okkur og nú er þetta mikið sótt af bara klifurinn til dæmis að höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er í rauninni bara svona, þetta er leikvöllur fyrir okkur skagamenn. Þú ert að þjálfa krakkana, þú ert þjálfari, klifurþjálfari í IA. Er ekkert mál að þjálfa þessar elskur upp í að geta klifrað hérna alveg heilu björgin? Nei, það er bara ekkert mál. Þetta krakkar þau eru svo óhrædd og ef við erum bara ekki að kenna þeim að hlutinni séu ógeðslega hættulegir og þú getur ekki gert þetta, þá bara gera þau þetta. Ef við erum ekki að banna þeim að klifra í klettum, þá geta þau alveg gert þetta. Það er bara að kenna þeim að gera það, kenna þeim að búnaðinn og annað slíkt. Kenna þeim að gera þetta rétt og réttu handtökin? Já, algjörlega. Það er náttúrulega bara það sem íþróttin snúast það er að gera einhverja svona allskins hluti undir einhverjum ákveðnum reglum og öryggisreglur og annað slíkt. Og við erum með bara mjög flott og stórt starf hjá klifurfélagi IA og iðkendafjöldin er svona einhvers staðar rokkandi á milli 80 og 100 manns á bara öllum aldri og þá erum við að tala þau yngstu svona 3-4 ára og svo elsta er nú eitthvað að harka í 61-2 eitthvað þannig að það er ansi gott og breytt aldursspann á þessu Krakkar, ég er búin að sjá til ykkar, þið eruð ekkert smá góðir klifrarar, er þetta ekkert mál? Jú, tekur tíma að æfa og læra. Já. Hvenær byrjaði þú til dæmis að klifra? Ég fór fyrst með pappa mínum í klifursali eitthvað þegar ég var eitthvað svona 1,5 árs eitthvað þannig og ég veit ekki alveg, svo var ég bara að klifra og eitthvað og já. Þú ert náttúrulega svo heppin að pabbiðin er aðal klifrarinn hérna á Akranesi, eða ekki? Jú. Já. Er ekkert skrítið að vera að læra hjá pappa sínum? Nei, það er bara þægilegt. Hann segir þér alveg til eins og hinum krökkunum? Já. Finnst þér þetta vera eitthvað mál? Stundum er þetta erfitt, en við vorum bara að klifra rétt að leiði núna. Hvað er svona helsta sem hugsaður út í að þú nú ferð að klifra hérna upp? Mér langar ekki þetta. Og fannst þér ekkert mál að læra á græjurnar? Nei, ég er búin að læra þetta í svolítinn tíma, þannig að þetta er orðið auðvelt núna bara.
Hvað ertu skemmtilega að klifra inni eða klifra svona úti? Það fer eftir hvar þú klifrar úti. Þannig þess að hér það er örugglega skemmtilega að vera úti en inni. Já, í svona góðu veðri og svona, er það ekki? Finnst ykkur þetta skemmtilegu félagskapur, er fullt af krökkum í klifri? Já, þekki sérstaklega þessi Reykjavík og svona alls konar. Þekki vel alla sem við erum að keppa á móti og svona með. Geggjað félagskapur, það er allir svo skemmtilegir. Þú hefur líka stundum sett upp svo kallar slackline, línu til þess að ganga eftir. Er það ekki meiri háttamál? Það er svolítið önnur ella, sko. Þannig erum við einmitt komin út í, sko, klifrið var einu sinni í aðalsport, sko, er að koma svona meira svona mainstream. Þetta slackline og þetta highline dótar í allt saman, sko. Þetta er ennþá alveg bara, way out there, sko. En er það bara því að þú ert búið með klifrið og nú þarftu eitthvað nýtt, eitthvað nýja áskorun? Já, ég datt bara eitthvað svona inn í þetta og mér fannst bara, fór að prófa þetta og fannst þetta bara ógeðslega skemmtilegt, sko. En þetta er, og það er náttúrulega eins með það eins og með klifrið, sko. Þú ert bara með öryggisbúnað sem þú þarfst að kunna á sko, en ég meina þú bara treystir þínum öryggisbúnað og vandar og þá er þetta ekkert hættulega heldur en að sitja í bát eða keyra bíl, skilur, það er bara. Myndirðu treysta þér til þess að kenna hverjum sem er til þess að klifra? Já, algjörlega, ekki spurning. Og í rauninni bara þau sem vilja æfa klifur og þau náttúrulega bara koma að æfa klifur hjá klifurfélagi IA. Og ef þú vilt bara koma hérna til dæmis og prófa klifur bara með vinum þínum með fjölskylduna, þá getið haft samband við okkur til dæmis á Smiðjuloftinu og við getum farið með ykkur stuttaferð og prófað að klifra. Og þú átt skó og hjálm og allt fyrir mig? Já, allan búnað, sko. Þannig ertu nú komin svona ansi veglega upp. Hvernig finnst þér á það? Þetta er geggjað. Þannig að ég þarf ekki að fjárfesta í einhverju ægilegum búnaði áður en ég kemi? Nei, en þetta er bara svolítið svona eins og að fara í keilu í fyrsta skipti. Þú mætir bara og leiðir skó og svo bara skellir þér á brautina og það er alveg eins hérna. Hérna leiðir þú getur leitt bara skó og belti hjá mér og ég hjálpa þér að klifra, prófa eins.